Góðan dag og velkomin í umræðutíma í hagnýtri siðfræði. Ég er búin að fá hingað og mjög góða gesti til að ræða flóttamannamál, en á undanförnum vikum í þessu námskeiði höfum við einmitt verið að fjalla svona fræðilega innflytjendur, spurningar skyldur okkar við fátækt fólk, hvernig við stöndum svona mismunandi að hugsa okkur í svona í nálægð og þá sem standa okkur næst og þá skyldur sem við höfum við fólk sem í fjarlægð. Og þetta eru allt mjög stóra spurningar og það mikil ástæða til að fá gesti sem ekki eru endilega bara að hugsa þetta fræðilega, þetta líka út frá raunveruleikanum, en við erum hérna með tvo góða gesti. Það Þórir Guðmundsson, hann deildarstjóri hjá Rauða krossinum, og Eyja Margrét Brynjarsdóttir, kennari í heimspeki, en þú hefur líka verið að skrifa aðeins þessi mál. Og við erum hérna með nemendum í hagnýtri siðfræði og ætlum að fjalla þessi stóru mál og raunverulega verkefni sem bíða í heimsins núna sem við erum að reyna að takast á við. Og ef við kannski byrja á þér, Þórir, eitt af því sem kannski við erum að glíma við í þessari orðræðu allri það að það verið að tala innflytjendur, það verið að tala flóttamenn frá Sýrlandi til dæmis, það verið að tala hælisleitendur, það verið að tala mismunandi aðstoð en oft þessu svona slegið saman. Já. Ef við kannski aðeins förum yfir það, munin á þessum hópum og hvernig hægt að bregðast við. Rauði krossinn hefur langa sögu af því að bregðast við hörmungum, hjálpa fólki í nauð, en þetta eru ólíkar aðstæður. Og sumir auðvitað náttúrulega bara venjulegir innflytjendur eru fólk bara sem að ferðast á milli landa og að sækja sér betra lífsafkomu en ekki endilega flýja neitt. En þetta eru ólíkar aðstæður og það kannski við ættum að gera betri greinamun þegar við erum að fjalla þessu máli eða hvað. Þetta eru mjög ólíkir hópar og sá stærstu auðvitað þegar við horfum bara á Ísland hópur sem kemur hingað og þarf ekki að gera grein fyrir sér. Það fólk innan Schengen-svæðisins svokallaða sem kemur hingað til þess að stofna fjölskyldu, til þess að vinna, til þess að búa á sama hátt og við getum flutt til Frakklands og Danmerkur og Tékklands og getum gert það sama, þá getur fólk frá þessum löndum komið hingað. Og þetta stærsti hópurinn og hann voða lítið inn í umræðunni en þarf samt að aðlagast þjóðfélaginu eins og aðrir. Síðan eru innflytjendur frá svæðinu utan Schengen-svæðis. Það fólk sem við erum að sækjast eftir að fá hingað í vinnu, oft sérfræði menntað fólk eða fólk sem að sameinast fjölskyldum, sem ef að fjölskylda hér vill fá einhvern sér nákominn frá Indlandi, Egyptalandi, hvaðan sem en fyrir utan Schengen-svæðið, að þá svona meiri pappirsvinna fólkin í því. Síðan eru hælisleitendur. Það fólk sem kemur hingað og segist vera að flýja eða eiga ofsóknir yfir höfði sér í heimalandinu og þá það hlutverk íslenskra stjórnvalda að skera úr hvort það sé rétt. Þeir sem fá já, mega vera, það það fólk sem íslenska ríkið segir, jú, þetta rétt, þú átt yfir höfðir ofsóknir í heimalandinu og þess vegna skjótum við yfir til skjólshúsi samkvæmt flóttamannasamningnum frá 1956 eða veitum alþjóðlega vernd sem kallað Svo það kvótaflóttamenn og það fólk sem íslensk stjórnvöld ákveða að bjóða til Íslands. Og það fólkið sem að koma núna frá Sýrlandi, frá flóttamannabúðum í Líbanon. Þetta fólk hefur ekki komið til Íslands og beðið hæli. Flóttamannastofnun búin að segja að þetta eru flóttamenn frá Sýrlandi í þessu tilviki sem þurfa að komast eitthvert annað. Það alltaf verða yfirfullt í Líbanon til dæmis, þannig að þetta fólk sem þarf að komast að einhvers staðar annar staðar og íslensk stjórnvöld hafa ákveðið að bjóða þau til Íslands. Þannig að þetta eru svona þessir hópar. Svo þetta hópar innan eigin landamæra sem að flýja eins og í Sýrlandi. Langt flestir flóttamenn sem við hugsum þeir hafa aldrei farið út fyrir landamærin. Þeir eru að flýja vegna þess að stríðið kemur heim til þeirra og þá flýja þeir á næsta bæ og þar fram til götum. En til dæmis eins og út frá Rauða krossinum og starfinu þar, eru þið að aðstoða alla þessa hópa eða hvernig svona... Svona
hverju marki kannski. Það að segja við höfum sérstakt hlutverk hvað varðar þessa flóttamannahópa sem að koma hingað og höfum haft síðan að fyrsti hópurinn kom frá Ungverjalandi 1956. Þá var það í rauninni fyrir forgöngu Rauða krossins og það er ekki fyrir ná 10. áratugnum sem að í rauninni íslensk stjórnvöld fara að taka að sér meira hlutverk. Og sækja sérstaklega eftir að aðstoða. Ertu að meina það ekki? Já, kannski bara það að Rauði krossinn hafði meira hlutverk, sóttist eftir því, var svona, gekk fram fyrir skjöldu gagnvart íslensku stjórnvöldum, það voru starfsmenn og sjálfboðaliða félagsins sem að fóru utan og völdu fólkið. Þannig að nú er það komið meira til stjórnvalda og sem að semja við sveitafélag þessa kvótaflóttamenn svokölluðu. En við erum líka að svona almennt að reyna að styðja aðlögun bæði innflytjenda að íslensku samfélagi og íslenskt samfélag að því að hér séu innflytjendur. Já, taka á móti fólki. Já, almennt. Og þetta er alls konar svona praktísk vinna. Það er verið að aðstoða fólk við að finna sér starf, finna sér íbúð, verið með stuðningsfjölskyldukerfi sem að hefur vakið mikla athygli annar staðar líka, þar sem að eru kannski 4 til 5 fjölskyldur sem að styðja eina fjölskyldu sem kemur til landsins. Já, eins og hefur verið til dæmis á Akranesi og víða, það hefur verið verkefni, akkurat. En þetta en ástæðan fyrir því að við erum eða stjórnvöld fara og sækja sækja og bjóða flóttamönnum til sín er líka vegna þess að við náttúrulega eigum ekki landamæri en landi. Þannig að það er náttúrulega engir að koma hérna eins og við erum að sjá í Evrópu. Það sem fólk kemur umverulega fótgangandi milli landa. Já, þetta er alveg rétt. Og til dæmis í Svíþjóð, þar er þetta mest hælisleitendur sem er komin. Þetta fólk sem við lítum á sem flóttamenn er að koma kannski tugum þúsunda, en hinn er eiginlegu kvótaflóttamenn sem kom til Svíþjóðar. Það eru örfá þúsund sem að sænska stjórnin er að bjóða sérstaklega. Þannig að það eru mjög mörg lönd sem að bjóða svona hópum. Þetta er talað um þetta sem resettlement, það er að segja að menn er að fara úr flóttamannabúðum, þar sem eru til að stöðugu umhverfi, en einhvert annað þar sem þeir geta átt heima og þurfum ekki að vera flóttamenn endalaust. Og það er svolítið annað heldur en svona þessir hælisleitendur sem eru að flýja fótgangandi upp Evrópu. Já, þannig að þeir skrá sig þá inn í löndin sem hælisleitendur þegar þeir koma. Þessir fótgangandi... Já, þeir skrá sig sem hælisleitendur og síðan tekur þá venjulega einhverja mánuð að skera það hvort þeir fái að vera. Akkurat. Eyja Margrét, þú hefur verið aðeins að fjalla með þessi mál. Þú skrifaði grein núna á Hugurás sem er vefsíða hér við háskólanum hjá Hugvistasviði svona almennt svolítið þessa afstöðu Íslendinga kannski til flóttamanna eins og málið blasir við núna. Hvernig þín sýn á þetta? Sko, það sem að ég var svona svolítið að hugleiða í þessari grein, það er kannski svolítið svona þessi afstaða okkar til þess hver það eru sem að þegar við tölum um okkur og að hverjum við hleypum inn í þennan hring sem við drögum um okkur, að við tölum um að við séum hérna og svo erum við tilbúin til þess að hleypa einhverjum inn í hringinn sem við drögum um okkur og við leyfum einhverjum að búa hérna með okkur og svo er ég kannski ekki einu sinni almennilega viss um það sjálf hverja ég tel með þegar ég segi við og segi við hérna á Íslandi eða við þurfum að leyfa flóttamönnum að búa hérna. Hver eru þessi við sem við erum að tala um? Erum við þessi sem þurfum við að hafa átt forfeður sem hafa fæðst á Íslandi eða
vera skráð með einhvern íslenskan ríkisborgararétt eða hverjir eru það sem tilheyra þessu íslenska samfélagi og hvaða skilyrði þarf að uppfylla til þess að vera hleypt inn í þetta íslenska samfélag. Og svo erum við jafnvel að neita fólki að vera hérna sem hefur verið hérna í nokkur ár. Því hafnað og þannig að það dugar ekki til þess að vera talin með okkur hver eru þessi skilyrði til þess að vera hluti af okkur. Það er voðalega djúpt í okkur að gera hana greinamenn, við og hinir og draga svona einhver mörk það að það er einhver hópur sem við tilheyrum og við erum tilbúin til að aðstoða en svo eru aðrir sem standa fyrir utan. Þetta er djúpt virðist vera allstaðar. En kannski, og ekki síður djúpt hér vegna þess að einmitt þessi landamæli okkar eru svo skýr og eru svo langt frá öðrum að það er auðveldara fyrir okkur að draga þessa línu. Já. Og við höfum ekki verið í landamæra átöku við aðra þjóðir þannig að það er ekki svona mörkunum sem hafa verið svona ýmist með eða tilheyrt okkur eða ekki. Nei. Þannig að það gerir þessa línu skilin voðalega sterk hérna. Já, og sko, það er stundum verið talað að það að vera fullvalda ríki þýðir að þú stjórnir landamærunum þínum. Já. En við erum búin að opna landamærin fyrir 500 milljón manns. Já, með Schengen, einmitt, akkurat. Þannig að þessi skilgreining á fullvalda ríki þarf ekki aðeins að endurskoða hana. Og einmitt þetta hver erum við þegar við bjóðum fólki til landsins og það tekur sér búsetu hér. Þá er þar stundum að ræða fólk sem á fjölskyldu út allan heim. Okkur finnst nú eðlilegt að Íslendingur fá fjölskylduna sinni til sín. En við erum með reglur sem að banna það að bróðir geti sameinast systur og svo framvegis. Barn geti komið til foreldra ef það er orðið 18 ára. Ef það býr einhvers staðar annars staðar og er ríkisborgar annars staðar. Þannig að þetta eru svona reglur sem við hefum komið okkur upp en síðan erum við líka að opna og við erum svolítið erfitt með þetta held ég. En hvernig, nú heyrir maður líka oft í þessari umræðu sem og þeir eru allir með aðstoð bæði innanlands og erlendis. En líka því aðstoða líka fyrir fólk hér heima. Og fólk segir oft sem svo, já, ég meina við erum bara með svo mikið vandamál hér. Það eru fátæk börn hér, eigum við ekki að einbeita okkur að því að jafna stöðuna hérna áður en við getum farið að aðstoða aðra. Heyrið þið þetta Já, við heyrum þetta oft. Sko, mér finnst þetta gjarnan svona bera keima því að vera mótbárur þeirra sem ætla sér ekkert að gefa en segja þetta sem svo ég til ég gefi þetta en ekki hitt og það er nú oft þannig að þeir sem að gefa mest til alþjóðlegrar aðstofar það er líka þeir sem eru að gefa mest til innlendrar aðstofar og öfugt. Það er líka hægt að taka þetta víðar, sko, erum við þá tilbúin til þess að gefa til fólks á Norðurlöndum eða fólks í Hafnarfirði eða bara í Kópavogi eða bara á Austurlandi. Hvað er mann að hugsa? Bara í sinni fjölskyldu, svona stórfjölskyldunni, hvað er mann að tala um? Ég held að þessi þörf til þess að gefa, það er eitthvað sem er í okkur en svo nákvæmlega skilgreina það hvað við erum reiðubúin að gefa í. Ég held að séu mjög margir sem að einfaldlega reka þetta á tilfinningunum og þegar við sjáum fólk sem að er varnarlítið og í bágri stöðu að þá viljum við hjálpa og ég held að það sé eitthvað sem er sammerkt mjög mörgum ef ekki öllum. En hvernig upplifið þið að bara bæði svona út frá eitthvað störfum og bara svona sem borgarar að hversu viljugir og eru Íslendingar að aðstoða? Hvernig svona upplifið þið það? Ég vil þú kannski Hvað finnst þér svona þegar þú lítur í kringu því í okkar samfélagi? Er ekki hérna? Sko, ég held að fólk sé alveg viljugt að aðstoða svona þegar það sér eitthvað nálægt sér. En það þarf kannski að með einhverjum hætti að finna að svona taka það til sín eða finna það sé nálægt. Já, fólk til þess að hefur verið tilbúið til að styrkja börn. Það er kannski einmitt þessi svona leið til að gera þetta tengjast. Einmitt, og það náttúrulega, og fólk gefur í alls konar safnanir
En svo náttúrulega, svo heyrir maður líka þetta af alls konar sögur af það sem fólk gengur framhjá og aðstoðar ekki fólk sem þarf greinilega á hjálp að halda út á götu og svona og kannski hefur, ég veit ekki hvort svoleiðis hefur aukist, þannig að svona með stækkandi borgarsamfélagi en það maður finnst kannski einhver annar eigi að hjálpa sko því það eru svo margir sem ganga framhjá. Já, sko. Það er svona eitthvað sálfræðilegt. Já. Reynslu okkar hjá Rauða krossinum nú að sko þegar að þér tekst að segja frá þörfinni að þá er fólk reiðubúið til þess að taka þátt í að hjálpa. Finnst svolítið merkilegt samt að Íslendingar skuli svona í opinberri þróunaraðstoð og hjálparstarfi vera dálítið neðarlega. Langt fyrir neðan hinar Norðurlandaþjóðirnar og satt að segja fyrir neðan svona mjög margar Evrópuþjóðir sem að við berum okkur saman við. Þannig að þarna erum við ekkert að sýna neitt óskaplega mikla gjafmildi. En þegar að við gefum meira til neyðaraðstoðar til dæmis, ég held að sé eitthvað við finnum fyrir því, við búum í þannig landi að þegar það gerist eitthvað annar staðar verða náttúruhamfarir þá kannski höfðar það mikið til okkar. Skilning á því. Já. Einmitt. En svo er náttúrulega líka eins og til dæmis þetta, það er kannski munur á því að ef maður er að styrkja barn sem maður fær myndir af og er í nálægð, en svo til dæmis eins og þau verkefni sem við stöndum fram fyrir núna þegar við horfum á þessar hörmungar í Sýrlandi og víða fyrir botni Miðjarðarhafs, að þá er líka kannski vandinn svo stór að hann verður svona yfirþyrmandi og maður veit ekki hvort að það myndi skipta neinu máli að maður gerði eitthvað pínlítið því að þetta er svo yfirþyrmandi stórt. Bara ef við reynum að setja þetta í svona sögulegt samhengi, verkefni sem við stöndum frammi fyrir núna í Evrópu, er það á það sér fordæmi? Hefur Rauði krossinn til dæmis verið í viðlíka verkefnum á síðustu árum eða áratugum eða hvað í svona einhverju sögulegu samhengi? Er þetta miklu meira eða svipað og einhvern tímann hefur gerst áður eða hvernig? Sko þetta er mjög mikið. Ef við tökum til dæmis ástandi sem var eftir síðara stríð sem varð til þess að Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna var stofnun og stofnun til að hjálpa Evrópubúum sem voru að flýja heimsstyrjaldar átökin 1945 og upp úr því. Gott að muna eftir því. Já, nákvæmlega og við sáum auðvitað hvað var að gerast í Afganistan kringum 1980 eftir innrás Sovétmanna þeim tíma. Það voru milljónir sem að flúðu Afganistan. Sama má segja mörg önnur lönd. Það gífurlega átök í Kongó til dæmis sem líktust helst heimsstyrjöld. Þarna voru mörg Afríkuríki sem að háðu styrjöld inni í Kongó. Milljónir manna sem að létu lífið. Lítum á Rúanda, það sem að gerðist þar, lítum á Balkanskagan, það sem að gerist eftir fall Sovétríkjanna. Það er hægt að fara svona á milli landa og sjá mjög stór verkefni fyrir hjálparsamtök. Kannski munurinn var hins vegar sá að nú verðum við fyrir þessu í Evrópu. Það er ekki bara löndin í kring sem að taka við og hýsa núna langflesta flóttamenn í heiminum. Pakistanar tóku við velflestum afgönsku flóttamönnum, Pakistan og Íran og einhverju fóru inn í þáverandi Sovétríki. Við lítum á Sýrland núna, langflestir sýrlenskir flóttamenn eru í 3 löndum í kringum Sýrland. Einn af hverjum íbúum Líbanons er flóttamaður frá Sýrlandi. Þannig að það er ekki hægt að bera þetta saman við neitt sem er að gerast í Evrópu. Það er talið að kannski 1 milljón sé að koma inn til Evrópu frá Sýrlandi núna inn á 500 milljóna manna svæði. Þannig að þó að verkefni sé mikið, þá hefur mér ekki þótt rétt að tala um þetta sem flóð eða eitthvað slíkt. Þetta er ekki eitthvað sem við getum ekki höndlað eða haft svona ákveðna stjórn á. Ég held að sé líka eitt sem að við þurfum að muna hérna á Íslandi að það auðvitað blasir það við að Íslendingar mun ekki leysa flóttamannavanda heimsins, það er augljóst, en auðvitað getum við gert eitthvað
sem skiptir máli samt fyrir það fólk sem mun koma hingað. Við getum gert eitthvað sem breytir mjög miklu fyrir viðkomandi fólk og það er allt, auðvitað er það eitthvað sem sem munar miklu þannig. Þannig að þannig að það að geta ekki sko leyst allan heimsins vanda þýðir ekki að það eigi bara að sko sitja með hendur í kjöltun og gera ekki neitt. Nei. Þetta er sagan krossfiskana á ströndinni sko, sem að skólaði upp á strönd og það morgnaði þannig að sólin myndi steikja þá sko. Það var gamall maður sem tók einn og einn krossfisk og henti honum út og kemur einhver að og segir akkur þetta eru milljónir krossfiska, það sem þú ert að gera skiptir engu máli og hann tók upp einn og það skiptir máli fyrir þennan. Já, ég held að við gerum smá hlé núna og fáum spurningar frá ykkur nemendur góðir.